trú á því að við eigum að taka svona mið af kínverska kommunistafloknum. Það er svona Benjamin fór nú bara á fund kínverska sendiherran. Já, eins og maka kommunistarnir í Bandaríkjunum hafa gert þeir að var til Kína svona og talað við þá sem að þá er það hugmyndið svo að við á Vesturlöndum hefum klúðrað sósíalismanum en við verum að sækja raunverulega sannleikann til Kína og koma með hann. En þetta er bara eitthvað svona ótrúlega mislestur á því hvað er ólík samfélög sem eru hér. Við erum búin að gangi í gegnum alls konar mannréttindabaráttu og líðréttindi sem að við höfum og ætlum ekki að gefa frá okkur sko. Ef við ætlum að koma, kínverski kommunistaflokkurinn ætti að komast til valda með sínum aðferðum í Íslandi í dag, það þyrfti að bæla niður sko kvennabaráttuna. Það eru sem myndir af þingum kínverska kommunistaflokksins. Meira kallar. Þú þyrftir að bæla niður baráttu samkynniðra. Þú verður að bæla niður bara svona ótrúlega mikið sem að hefur áunnist þér í okkar heimsluta. Það er okkar hlutur. Feldökkra meðal annars. Það er mjög þekkt að Kínverjar eru oft á tíðum svolítið. Eins og Japanir og fleira sem bara Japanir að drepa sig af þröngri innflytjendastefnu sko og virðast bara ætla að gera það með opin augun, vilja freka dæja heldur en að hleypa innflytjendum inn. Þetta er ástæðan fyrir því en það okkar hlutur er að skapa sósíalismann, endurskapa sósíalismann inn í okkar veruleika. Undir hvaða merkjum?